Núna erum við á stofnun sem heitir Rescue Mission og fyrir fólk sem vantar stað til að búa á eða sem vantar mat. Fólk getur komið á götuna og fengið að borða. En það eru reglur. Það má ekki vera í neyslu eða neyta áfengis meðan maður er hér. Nú erum við að elda sem sagt fyrir 100 manna hóp. Við ákváðum að gera kjötleif. Eða okkur var sagt að gera kjötleif. Við fengum ekkert að velja. Við höfum hugsanlega valið eitthvað annað. Nei, ég segi bara svona. However you're more comfortable. I'm left-handed, so I'm backwards. I forget that. So you're going to want to hold it like this. Don't put your finger in there. Keep it on the outside. Don't do that. Oh yeah, I'm going sheep hunting. You've been good inside of Yeah, I want a PlayStation and a sports car. ¿Qué están aquí, nena? Thank you, you're that. Við erum stödd á byggingarsvæði. Hér er verið að byggja nýja kirkju. Meðal þeirra verkefna sem við höfum lokið af í dag er að taka drumba og færa á og mála hérna spýtuna eins og þið sjáið.
og síðan höfum við verið að setja ábreiður á svona drumbað svo það rigni ekki á það. Góðan dag, Harpa. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ágætt. Geturðu sagt okkur eitthvað meira þetta hús sem hérna í bakgrunni? Þetta verðandi kirkja. Við erum að hjálpa til við að byggja kirkju, basically. Blessu og sæl Tina. Sæll, hvað segirðu? Hvað ertu að gera hérna? Ég að lakka parkett, eða eitthvað svoleiðis. Og hvers vegna ertu að lakka þessar spýtur? Ég að hjálpa til að byggja kirkjuna, Journey. Geturðu sagt mér eitthvað sögu þessarar kirkju? Þessa kirkja hefur verið starfrækt í 15 ár. Þau hafa leigt í kvikmyndahúsi og það kostar mikið á mánuði að leigja þetta. En það var sem sagt kona sem var að passa þetta land hérna. Hún var vörður, bara að býr rétt hjá. Og það var bara fyllt af trjám, hún var að passa að fólk væri ekki að tjalda hérna og eitthvað svoleiðis. Það var lás á hliðinu. Og 4 síðustu tölunar í kirkjunni þeirra eru sömu tölunar og voru í lásnum. Þannig hún trúir því að Guð hafi verið búinn að útvelja þetta land fyrir þessa kirkju. Nú erum við stödd í svona heimili fyrir unglinga, þar sem að unglingar geta komið og verið ef að þeim vantar heimili, og við erum að flokka föt fyrir þau. Hæ! Hvað er það að gera, stelpur? Við erum að flokka föt á svona hverfi og unglinga fá það greitt. Hvað ert þú að gera, Harpa? Ég er að flokka kvenmannsboli. Og já, kvenmannsboli eftir stærðum. Joel's Place sem í raun bara staður fyrir krakka og unglinga sem að geta leikið sér, og fyrir marga þá þetta meira eins og heimili heldur en þeirra eigið heimili. Við erum að hjálpa til, það eru nokkur að mála og nokkur að vinna úti og einhver að sortera og
bara allt mögulegt. Þetta er mjög frjálst hérna, við megum gera það sem við viljum. Hey little man. This is Justice William Knowles. You're gonna eat it. Við erum stödd í garði í Fairbanks, svona litlum garði og við erum að gefa fátæku fólki og bara heimilislausu fólki, fólk sem er kannski drukkið og á lítinn penning. Við erum sérst með mat handa þeim hérna. Við erum með vatnsflöskur og samlokur með hnetsmjöri og sultu og litla snakkboka. Og við erum að vonast til þess að komi fólk til þess að tala við, segja kannski vitspurði, gefa þeim mat og bara spjalla við þau og fara í leiki við þau. Við erum með fótbolta, frísbydisk og fleira skemmtilegt. Bara svona aðeins til að bæta andrúmslofti í kringum þetta fólk.